Sælöfsumul. Jú, komið sæl og blessuð. Þorsteinn Feinarsson heiti ég. Haukur Bragason heiti ég. Og við ætlum að gera eitthvað í dag, Haukur. Eitthvað, já. Og líka... Og trúnó og hlustanda og allt. Já, þetta svona hefðbundið hjá okkur. Jú. Hérna, sko, Haukur, ég var að hugsa. Já, Þorsteinn. Að því að nú getum við sagt fólkinu okkar það að hérna, við skiptumst alltaf á að vera með hlutverk. Já. Og ég með það hlutverk í dag að byrja þáttinn. Jú. Og ég var enda búin að hugsa fyrir löngu síðan. Og glemdi því. Já, þess vegna ég núna að reyna að rifið upp. Leita í glósunum mínum. Skrifa það niður? Já. Ég skrifa það niður, sko. Já. En svo týndi ég því. Já, mitt. Nei, það er hérna. Já. Herðu, Haukur. Við slum ekkert gera þetta áður en þátturinn byrjar. Ég held ég væri með þetta, okay. Sko. Haukur. Já. Hvort myndirðu frekar? Já. Hafa rok og rigningu alla daga? Já. Eða snjó sem ekki alveg hægt að skafa af? Ekki alveg hægt að skafa af göttunum? Bara, þú veist, það er alltaf bara svona, já. Hvað mikil snjór? Bara svona eins og varum daginn. Alltaf? Bara 40 cm af snjó? Já, bara alltaf, já. Eða alltaf rok og rigningu. Alla daga. Snjó? Já. Já, ég myndi gera það líka, sko. Sko, vandamáli við ekki mikill aðdáandi þess að hafa snjó, sko. Nei. En ef það bara kemur snjór og bara er snjór og þetta er friðs og það er fallegt veður, þá er allt í lagi. En það er þetta eilífa djöfusins svona, þú veist, eins og Íslandi er. Þetta fer ykkur svona, þú veist, þiðnar svona næstu því og svo frýsa aftur þannig að þetta verður svona hröng og svo kemur svona slapp tímabil og svona brúnt slapp og svona, já. En ég er samt mikill slapp strákur. Elska slapp. Nei, þú ert það ekki. Herðu, hvort myndirðu frekar vilja borða stappaðan banana í öllmál eða stöppuð jarðarber? Nei, bara allt nema banana. Ég get ekki einu svona hugsaðan banana á þess að fá bara illt í magan, sko. Þannig að þú myndir borða stöppuð jarðarber? Bara sama hvað væri ef það er ekki banani. Alvöru? Já. Borða ekki banana? Ég má ekki finna lyktina af bananum. Ha? Já. Hvað meinarðu? Þá bara kúast ég. Ha? Já. Ég held ég sem ofnæmi fyrir bananum, sko. Ha? Já. Vá, það er... Já. Ef ég sé eitthvað bara rífa upp banana og byrja að borða hann, eins og gerir stundum til dæmis í... Nú er ég mikil íþróttamaður, eins og við höfum talað Ég er náttúrulega atvinnummaður. Já. Og í þeirri íþrótt, sko, þá gerist það stundum að einhver rífur upp banana. Þá þarf ég bara að labba í burtu og bara þykjast þau í símanum með að pissa eða eitthvað. Í svona... Þá kemur þessu ógeði í burtu. Sko, það á mínu heimili... Þá eru borðaði svona, ég ætla að segja 2-4 bananar á dag. Já, þetta er viðbjöður. Mér líður bara illa á hugsum eitthvað að borða banana. Já, ok. Herðu, en hvort myndirðu frekar vilja vera með flís inn í lóanum, svona bara, þú veist, bara alltaf, svona inn í lóanum, sko. Svona nærði ekki úr, svona. Já, hún bara er alltaf hérna. Já. Bara, þú verður bara að hafa hana, þú mátt ekki taka hana, þú getur ekki. Alltaf ég teku utan eitthvað þá finn ég svona fyrir henni. Alltaf. Ok, eða sandkorn í augan. Alltaf, bara, mátt bara velja annarkort. Fuck. Ég held ég verið að taka flísina, sko. Já. Held ég verið að, hvort ekki er hræðilegt, sko. Já. Held að sandkorni myndi bugga mig meira. Já. Af því að ég held þú gleymir því alveg stundum á sért með flís. Já. En ef maður sandkorni í augunum þá buggar það alltaf. Já, mitt. Hérna ég er að spinna eitt núna, sko. Ok. Eftir nýja fréttir. Já. Ég er að reyna að hugsa eða hérna ég fekk eitt svona sem var samt svo hræðilegt, sko. Ég veit ekki hvort ég geti sagt frá því í útvarpi. Já, sem tengist því sem þú ert örugglega að hugsa um. Já. Hvort myndirðu frekar,
sko, þeir sem eru viðkvæmir fyrir úrgangi mannsins vinsanlega spólið áfram eina myndu hvort myndir frekar sko alltaf þegar þyrftir að kúka þá myndir kúka ælu eða alltaf þegar ælir þá myndir æla kúk. Þetta easy Þetta alveg mjög easy. Nú? Já, þetta myndi kúka ælu. Alla dag, alltaf. Já, það var alltaf ælulykt að þér. Nei. Jú, ælulykt bara, hún, þú veist, ógeðslegasta lykt veraldar. Já. Loðir við allt, endalaust. Já. En ég meina kúkurinn svo sem líka. En ég meina hversu oft ætlar að æla, skilur? Þú veist, getur ekki bara tekið þetta á því á, þú veist, 2 ára fresti eða eitthvað? Hvað? Að æla kúk. Já, þú meinar. Hittir náttúrulega hverjum einasta degi, skilur. Já, þú meinar. Já, ég myndi, en náttúrulega þá væri maður kannski vanur því að, skilur, kúka ælu. Nei, jú, kúka ælu og æla kúk. Ég myndi kannski bara gera bæði. Já, bara, af því bara. Já, bara prófa. Vanur hinnu. Nei, hann reynda landsinni ældi síðast. Já. En dóttir mér er eins og að búin að vera að æla og það er nú eina ástæði þess að þú ætlar ekki eins og að hitta mig. Nei, ég bara, þú veist, það er ekkert sem ég finnst ógeðslegra en ælbæst, æla, viðbyður, ég bara, þú veist, ég geti þetta ekki, sko. Við sitjum semst ekki hlið við hlið núna, við sitjum það svona 3 metrar á milli okkar. 2 metra reglan, takk. Ég ætla ekki að hætta meira á smit en ég þarf og svo biður þú mig að koma við niðri heima hjá þér að ná í þessi eiturlyfi í dollu hérna fyrir þig. Já, ég bara átti bara eina eftir, sko. Jesus, ég náttúrulega... Eitt bók eftir. Ég hafði samband við konuna hérna. Já. Og hérna, ég baði hann að vinsalegast setja þetta í sterílar umbúðir. Já. Helst úr títaníumi. En það var kannski meira grín. En hún gerði það samt. Hún setti þetta í plastbóka. Og veistu hvað hún gerði líka? Hendur þessu út? Já, hendur þessu fyrir utan. Gott að koma úti? Nei, þú veist, utan, úti inni. Gott að koma ekki á barn og tók þetta, en allavega. Svo sett hún svona latexhanska með. Já. Þannig að þú fórst í hann? Nei, er hann bara fyrir utan? Já. En ég meina þetta er allavega manneskja sem að tekur tillit til tilfinninga minna. Áttu við að ég gera ekki? Annað en þú sem ert þrönga mig hérna í ykkurar, sko, í ykkur að þvílíka ælupests smittættu. Já. Ég meina þú eru að fórna þér. Hver ert þú tilbúin til þess að fórna þér fyrir fólki okkar? Ég er búin að segja, ég skilir þig það. Ég tek þetta á mig, en ef ég smittast, þá er ég niður hjá þér allan tíman. Ég sagði bara... Og þú þrýfur upp allt gubbið. Ég ætla bara að vona að þú sett betri en dóttir mín og finnir aðeins á þér og þú þurfur að æla. Þannig að þú ælir ekki alltaf yfir rúmið mitt. Þegar ég finn það á mér, þá hleyp ég í rúmið þitt og æli þar. Nei, sko, í alvörinni, ok, við erum þetta búin að tala um svona úrgang aðeins svo lengi núna, sko, en þetta er, ég hef aldrei upplifað þetta, nú er 3 börn og við erum að tala um það að dóttir mín, yngsta, hún bara geði þess og svo bara ælir hún á miðnætti, auðvitað yfir allt rúmið og sjálfa sig. Ok, svo líður sunnudagur, ekki dæl, vanlega er þetta 1 dagur, sólarhringur. Svo fyrir fólk sem að triggerast auðvitað þá segir maður æ eða IP. Erst þú að triggerast núna? Það er sko æla og ælupest. Ok. Ég sá þetta í hópi á Facebook. Já, sem að þú ert í? Nei, sem að mér var sýndur út frá þessum umræðum. Nú, já, ok. Herðu, hérna... Ef hún þarf á æ. Ef hún þarf á æ, þá æ. Ok, nei, býtu. Þetta var laugardagur. Sunnudagur alveg hress. Þannig að hún fer í leikskólan á mánuði. Já. Kemur heim úr leikskólanum á miðnætti. Ælir. Nei, æ. Æ. Ok. Í rúmið. Þetta er í rúmið. 2 sólarhringar á milli. Já. Ok. Í rúmið. Já. Herru, svo hérna er hún heima og ég hugsa, ok, fyrst þetta var svona, höfum hana heima aukadag. Já. Og eftir þann dag kemur aftur. Á miðnætti. Á miðnætti. Aftur 2 sólarhringar. Aftur í rúmið. Já. Og svo líka einu sinni viðbót. Var það ekki? Nei, þetta var 3 3, alltaf á 2 sólarhringar fresti. Já. Er það ekki helviti skrítið? Það er rosa skrítið. Já. Líka því að hún var alltaf svo hress. Á milli. Já, herru, förum í... Nómæ. Já, förum í eitthvað... ekki bara. Eitthvað dagsins. Ekki bara fara í eitthvað? Já.
Eitthvað dagsins grái fiðringurinn. Ok. Þetta náttúrulega fyrirbæri sem að allir þekkja og ég fór svona að velta fyrir mér sko, hversu mikið þetta fyrirbæri í alvörunni fyrirbæri og hversu mikið þetta bara bull. Það var svona, langaði að skoða það. Og ég fór að kíkja aðeins á það. Fyrsta vandamál að grái fiðringurinn karlavandamál. Við erum sammála því. Það svona, þú veist, þegar við talum hvað grái fiðringurinn. Það er þegar að kallar á allt við okkur og eldri fara í gegnum einhvers konar svona, hvað ég segja, erfileika. Það eitthvað svona sem þeir þetta ekki breytingaskeið? Sko, það eitt af það sem ég ætlaði að koma inn á. Sko, sumir tala male menopause sem ættir endur að vera kallað andropause fyrir það sem eru intellektuál, sko, en já, allavega. Sko, ég hafna því, sko. Þú hafna því? Það ekkert til eitthvað breytingaskeið á köllum. Alveg svo það ekki til eitthvað, þú veist, við erum bara flatir. Okkar hormónar og okkar hérna, þú veist, við erum bara hérna. Og á meðan þau sem að fara á blæðingar það alls ekki. Við erum bara að tala um hormóna. Og hérna, ég held að það sé mjög svipað með hérna, með sko andropósum og monopósum intellektualismin eitthvað breytingaskeiðið, ætlaði ég að segja bara á íslensku. Ég held að þetta sé kjaftaði, en sko menn samt á þessum aldri, það er eitt sem ég skal baka með. Sko menn á þessum aldri, þá að tala um svona kannski segjum bara cirka 40 til cirka 60. Upp úr svona cirka 40 þá alveg algengt að testosterón minnki aðeins og hérna og það hægt að tengja það við ákveðin vandamál sem að eiga sér stundum stað eða sérst eiga sér stað hjá sumum á þessum aldri og þá eru að tala um hluti eins og bara sko minnkuð kyngeta eða kynkvöt hérna stinningarvandi ég var svo framvegis þannig að jú, það er eitthvað aðna en ég myndi samt ekki segja það sé grái fiðri eða stengt grái fiðringnum ekki grái fiðringurinn svolítið svona popkúltúr fyrir bari það svolítið svona, þú veist kallingum með grátt hár þarf að yngja upp framhjáhald mótorhjól kaupa sportbíl, kaupa mótorhjól fara á mótorhjól, þú veist, námskeið eitthvað gera eitthvað svona, já, svona flip eða svona eitthvað bara, þú veist, hvert líf mitt að fara já þú veist, misti ég af einhverju þú veist, ég ætla alltaf að gera þetta þegar ég var ungur ég gera bara núna eða sko svona kannski svona existentialiskar sko, eða svona existential crisis spurningar bara svona, þú veist tilvista spurningar já, takk, þetta er kannski á þeim svona tíma þar sem að, þú veist allavega þeir sem að eignuðist ekki börn svona seint eins og við sko, það sem fara að sjá fyrir sér að þú veist, hérna þeir gætu verið að fara að fá svolítið svona meiri stjórn á lífi sínu þú veist, losna börnina heiman og eitthvað svona og þá allt í einu, þú veist, ertu komið með sko, sér fram á að þú ert að fara sér fram á það eða ert komið með meiri svona tíma og stjórn á lífinu heldur en hefur verið í langan tíma og líka þú veist að sá tími verður ekkert rosalega langur af því að svo kemur að því að þú kannski missir aftur svolítið svona stjórnina á lífiðinu bara út af aldri og heilsu það var eitt af því sem var svolítið svona að vera að tala um í þessu og þú veist eitthvað svona, þú veist, hvert er ég að fara, þú veist, hvernig er best fyrir mig að nýta tíman sem er eftir hjá mér hérna á jörðinni og þú veist og kannski nú er ég búin að ná svona, þú veist
mínum kannski svona markmiðum í lífinu sem tengist sko, þú veist, menntun eða starfi eða fjölskyldu og þú veist, hvað er næst? Það er þessar svona spurningar sem að ég tengi meira við gráa fiðringin sko. Ert þú á gráa fiðringum? Veit ekki sko. Nei, ætli það. Ég held að þú veist ekki það eitthvað 5 ára barn heima, skilur ég sé fram á að næstu 10 ár eru bara vesen sko. Já, kannski minna vesen alltaf. Já, öðruvísi vesen. En já, það var þetta hérna sko. Fólk verður svona, eða menn verður svona overwhelmed by the fact that they have more control over their life than they did in younger years and have more control than they will in later years. Þess vegna er þetta tengt við þetta þennan aldur, skilur það er yfirleitt talað 40-60 en já, fyrsta vandamáli var sko svo ekki snúið mér nú aftur af því að sko grái fiðringurinn er kalladæmi og það sem hugtak er ekki beint til í ensku. Það er bara að tala um midlife crisis og midlife crisis getur verið öllu fólki, öllum kynjum en já, maður þarf svona ég var svona að leita, þú veist, svona male midlife crisis og þá kemur svona ýmislegt upp og til dæmis hefur fólk verið að rannsaka þetta svolítið mikið á Norðurlöndunum og Svíar voru mikið að pæla í þessu og ég kíkti aðeins á það og þar er sko þá er talað sko að svona í lokin á 1960s sem heitir hvað, 7. áratugurinn á íslensku og það ekki? Já, þetta er með 8. og áratugur ég bara veit það ekki sko. Ég vil eiginlega frekar tala um 60s heldur en 7. og 8. eins og fólk er bara að fara að segja þetta eins og það er bara eðlilegt af því að það er svo langt að segja 7. áratugurinn. Svona, já, í 7. þá var ég snappaði að heyra þetta allavega þá var þetta hugtak lítið notað, þá var aðalega notað af svona fólki í heilbrigðisgeranum og svo fer þetta að fara út í samfélagið og svona í kringum miðjan 8. áratuginn þá er hugtakið búið að breytast og það er komin meiri skilningur fyrir því í Svíþjóð hvernig að kallmenn í Svíþjóð þurfa að taka einhverjum breytingum til þess að svona passa betur inn í nýjan heim eða svona ný norm og þetta er tengt sko kvenfrelsisbaráttunni þar og svona að nýjum veruleika þar að segja konan er bara ekki jafn mikið heima að sjá allt og þú bara mætir og lest blaðið upp í sófa skilurðu þegar þú ert búin að vinna heldur er eitthvað svona breyting og vangaveltunar í þessum rannsóknum sem ég var aðeins að fletta er sko hvort að grái fiðringurinn komi svolítið til og sé konum að kenna eins og flest í heiminum ávist að vera sko, það er yfirleitt svona konum að kenna sko. Það er að segja að þegar að heimurinn er búin að breytast svona og þú veist konurnar fannar út að vinna og þú veist þá vantarlega þarf þú að fara að gera líka eitthvað heima og þú veist það var bara allt öðruvísi en þetta var skilur að þá verði þetta meira vandamál hjá köllum. Það var svona var að vera að stúdera það og ég get ekki sagt að það var kannski eins og í þessari blessuðu kynjafræði að það hefur verið, fólk hefur komist að einhverju niðurstöðu sko. Það hlýtur að hafa verið niðurstaða. Ná, ég er ekki þannig. Nei, hlýtur að hafa verið niðurstaða í þessi rannsókn. Já, svona. Allavega einhverja svona málega líkur að bla. Já, svona. Ekkert endilega sko. Hvað meinaru? Nei. Annað hvort var þetta rannsókn eða ekki? Þú voru ekki alveg vissur þetta sko. Nei, þetta var frekar svona, ég veit ekki.
það var að skoða gamla sjálfsvarpabækur og eitthvað, ég veit ekki alveg með þetta sko. En hérna það sem ég fannst áhugavert út frá þessum pælingum, og það þengst þetta ekki bara þessu í Svíþjóð heldur svona að hina þessu að sko menn sem að eru svona þú veist, það sem að kalla bara svona more successful eitthvað svona búin að með allt sitt á hreinu og þú veist, bara örgulega áttu eitthvað flott hérna einbýlishús með heitapotti og hérna flottu útsinni og þú veist, þessi, við erum farið bara í popkultúr típu sko og with many resources bara, það held ég bara þýðir bara að þeir voru ríkir að þeim hætti til að finnast þeir vera sko entitled, hvað er það aftur? Það er svona já, tilkall já, fannst þeim eiga tilkall til þess að fá eitthvað meira út úr lífinu og þeirra hérna grái fiðringur verður svolítið öðruvísi Öðruvíkur já, kannski er það líka bara auðveldara að kaupa sportbíl og mótorhjól og þú veist, það þarf ekki að setja fjölskyldan og hausinn til þess sko. Já, ég myndi alltaf og hérna en svona þá kom fram og þetta er erfitt að þýða sko að þeir eru sort of more entitled to more in life that includes a variety of narcissistic fantasies and impulses þetta er svolítið áhugavert wow. Já, í þessari hérna þessari stuttu grein frá einhverjum man ekki nafnið á honum, en hann var sem sagt doktor í sálfræði þá er hann að velta þessu fyrir sér sko og hann vill í rauninu afbyggja hann vill segja bara að hérna grái fiðringurinn þetta er ekki til, þetta er bara eitthvað bull skilur, þetta er bara nafn sem að popkultúr er búin að gefa mönnum sem eru með eitthvað smá svona impuls, narsissisma og leifa sér það bara og nota gráa fiðringin sem afsökun og mér fannst það svolítið áhugavert og hann var, þetta var svona þetta var ekki fræðigrein, þetta var bara hann var bara að skrifa grein skilur jú, og með einhverjar tilvitnanir og allt það en hérna hann var svolítið svona að skamma aðra sálfræðinga sem voru að gefa gráa fiðringnum eitthvað vægi sko. Þannig að það eru sko rather than blaming their behavior on character and behavioral flaws in themselves, it may be easier to attribute their behavior to a midlife crisis as if it was some caught disease og hérna það eru sem sagt skipta skoðanir á því hvort að þetta fyrirbæri grái fiðringurinn sé raunverulegt fyrirbæri sem að við getum mælt og rannsakað og sagt jú, þetta er þú veist, þetta er bara, þú veist, það er ekki að bera það saman við breytingarskeiðið, þú veist, það er ekki eitthvað svona er breytingarskeiðið til í alvörni, þú veist, við þurfum ekki að fara í eitthvað þannig, það er bara hægt að auðveldlega sína fram á það sem er nú kannski að því að það er mjög auðveldlega mælanlegt líkamlega en hérna, konur fá ofta ekki alveg að njóta vafans ef það er ekki þannig og bara hérna, sálræntið andlegt en sko þetta kemur sko upphálega sennilega frá svona fylgjendum Freud og vildu meina að sko svona á miðjum aldri þá fari hugsanir fólks og þetta á við mölkin þá fari hugsanir fólks að verða svona drifnar áfram af óttanum við dauðan mjög freudist og svo sko þó svo að hérna og það eru einhverjar svona theoretical constructs það er fótur fyrir þessu fræðilega að það sé eitthvað en að mestuleiti er þetta popkultúr fyrirbæri ok,
En núna ætla ég að varpa boltanum aðeins yfir á þig. Það vill svo til að þú ert sérfræðingur í þessari bullgrein hérna, hvað heitir þetta aftur? Nei, ég er að fíblast þér. Það vill svo til að þú ert kynjafræðingur og ég gerir ráð fyrir að það hefði nú eitthvað verið rætt þetta fyrirbæri í þínu námi og starfi. Þannig að meðan að ég er svona að afsaka mig til þess að ég geti fundið hana að þetta er svolítið illa skipulagt hjá mér á meðan, þá gef ég boltan yfir á þig. Já, ég ætla nú bara að svara því strax að nei, þetta var ekki hlutið á náminu mínu og ekki hlutið af því sem að var rætt í kynjafræðinni, þar að segja miðlífskrísa karla eða gráði fyringurinn. Haukur hérna eitthvað brasa með snúran hérna undir og allt í rugl. Okay, ég er búinn. En ég hvort þetta eigi sér einhverja líffræðilegar orsakir þessi tilhneiging kalla á einhverju tilteknu aldurskeiði eða ekki, þá virðist þetta vera hansi algengt mynstur hegðunar, þar að segja hegðunarbreyting kalla og hérna maður komið smá punkt að það virðist vera algengt mynstur í vestræna heiminum. Ok, ég meina, að sko og þar með, ef þetta er algengt mynstur og ef þetta er ofta að gerast og ef þetta er einmitt mynstur, að þá finnst mér við vera með eitthvað element. Já. Þú veist, þá erum við með eitthvað raunveruleika. En ef elementið er bara afsökun og er ekki alvöru fyrirbæri. Já, ok. Það, og ég get líka keypt það alveg á sama tíma, sko. Okay. Þar að segja að það kemur þessi tilfinning, eitthvað sama hvaðan hún kemur, að eitthvað lífið er búið, að nú hefur svo mikið frelsi, að eitthvað flegi, ég veit ekki hvað það er, einhver svona, tilvistar eitthvað, kreppa, spurning. Og ég get alveg keypt líka þessa skýringu með að þetta sé bara eitthvað svona karakterseinkenni, narsískar karakterseinkenni sem að kallar eru entitled til þess að expressa eitthvað. Okay. Það breytir því ekki að þetta getur alveg verið gráð fiðringurinn, fattar mig? Alveg eins og þú veist, bara alveg eins og við höfum hugtakið alkohólismi. Það að þú sért alkohólisti sem að hefur nú líka verið umdeilt hvort það sé líffræðilegt eða heilasjúkdómur eða meðfætt eða erft eða bara félagslegt. Það að þú sért alkohólisti að ég sé alkohólisti, það þýðir ekki að ég þurfi ekki að axla ábyrgð á sjálfum mér. Þú veist, það er eiginlega bara heldur betur þýðir þá að ég þarf að varast hvernig ég umgengist áfengi eða ef þú gerir eitthvað þegar þú varst fullur, þá er það ekki þér að kenna. Já, segir sér sjálf. Já, akkurat. Þú veist, þannig að mér finnst þetta ekki í rauninni hvað ég segja, taka ábyrgðina frá körlum að kalla þetta gráða fiðringin, en mögulega ef við erum alltaf að tala þetta er bara gráði fiðringurinn, þú veist, ef við erum þarna þá náttúrulega erum við alltaf að fyrir að kalla ábyrgð á gjörðum sínum, sko. Ok. Sko en fá konur þetta ekki líka? Það ekki stundum eitthvað að rassa út eða? Á einhverjum svona aldurskeiði? Hafa tíma til þess? Já, þegar þær hafa tíma til þess upp á 50 kannski. Veit það ekki, sko. Nei, ég bara pæla er það ekki bara, er ekki breytingarskeiði bara nóg fyrir þær, sko? Já, kannski er það bara hluti af breytingarskeiðinu. Að þær eru þekki það ekki, sko. Nei, ég þekki ekki heldur, ég meina hver hefur en jú, þú veist, af því að nú las ég hitt og þetta bara midlife crisis ný snúra nei. Nælon? Nei, þetta er gammalt. Wow. Suðið sem við vorum að tala um sérst sko, Þorsteinn úr einu í annað ADHD haukur mættur greinlega eitthvað álag á hauki núna. Suðið sem að fór svo mikið í hann það voru til þess að það er búið að snúa öll á hvolfi það er búið að setja alla snúrur í einhverja plastbarka, ég kom með nýja snúru ég er með einhver headphone sem ég kannast ekki við. Þú er ekki með nýja snúru en það sem ég gerði er að ég greiddi úr þessu öllu og ég bara fann vandamáli vandamáli var það
að síðasta snúra, hún reyndar hérna en þá, en hún viðkvæmari heldur en þessi snúra sem þú en má ég að spyrja einu, var þá þessi plastbarkar sem þú bara setja það hérna út allt, það var að reyna óþarfi? Nei, tilgangur þessara plastbarka að komum veg fyrir það að snúrurnar flækist allar, af því að það flækjast allar. Jú. Herðu, það sem ég ætla að segja, já, en að fara að enda þetta, þú ætlar að hafa stuttan þátt í dag og þú ert búin að vera í 30 mínútur, Haukur. Hleyptu mér að við getum klárað þetta hérna, sko, Viltu tala meira eitthvað snúruna? Þetta hérna með að kaupa sportbíl, skilur við. Það er svona impulsivity, það er svona... Hvatvís? Já, ok. Eitthvað svona hvatvís í svona stórum ákvörðunum. Já. Er svolítið það sem að ég og held að flest fólk tengi við gráafyrringin. Og svo, hérna, fannst mér áhugavert, sko, að... Nei, ég var eiginlega búin að koma inn að það ekki. Þetta með, sko... Now that they had the opportunity to shape family life in such a way that the woman did not end up doing all the housework and solely taking care of the children, að svona að sko breytingin á þessu og bara pælingin hérna ekki vera að slökkva á mér þó ég sé lengi. Já, lækka mér. Já, ok. Er að sko hérna maður ekkert hvað að segja, slóstum þetta lægin. Flottar snúrur, gott að þetta sé ekkert í flækju. Haukur er en það er þessi hérna, hugmynd, sko, að breytt heimsmynd, breyttar fjölskylduaðstæður og heimilsaðstæður, hvort að það í rauninni og bara þetta er vangaveltur, hvort að það trufli kalla sem að hafa svona ákveðið tilkall til hins og þessa í lífinu, hvort að trufli á það verulega að það setji þá bara á hliðina, bara í fósturstellingu, að bara velta fyrir sér tilgangi síns sjálfs og sko og bara þú veist, hvort sé ekki að fá nógu mikið út úr lífinu. Með þetta, þó svo að við getum ekkert sagt að þetta sé tengt, þá eru samt þarna svona ákveðnar blikur, sko, það er svona ákveðnar vísbendingar sem segja okkur að, þú veist, það sé mögulega einhver tengingan á milli, að sko breyttur heimur kalli á þennan hérna þessar tilvistarspurningar, þessar tilvistarkreppu sem að hefur verið kölluð gráufyrringur. Já, en þú veist, ég meina þetta er nú ekki, þú veist, gráufyrringurinn hefur bara verið, hvað maður sé umræðinni í áratugi. Já. Þannig að þessi stóra breyting. Já, konur hafa líka unnið út í áratugi. Já. Heldur að gráufyrringurinn hafi verið jafn mikið þeng 1750? Nei, pottit ekki. En ég geti alveg trúa að hann... Það var ekki til sportbílar þá, sko. Nei. Mú ekki mótuhjól. Nei. En ég meina, maður veit ekki. Nú erum við bara farin að fabula. Ef að fabula eitthvað meira þetta. Nei. Þetta er búið. Er þetta búið núna? Já. Ef þá fara í smá trún á. En hvenær heldur að gráufyrringurinn kikki upp hjá okkur? Trún og dagsins er í boði Þorsteins Svaf Einarssonar. Jú. Sko, ég eins og þið hafi kannski áttað ykkur á, þá eru alltaf búinir að undirbúa okkur misvel og mismikið. Já. Og ég var í paniki hérna á hann þegar ég fattaði að ég ætti trún á að ég ætlaði að plana mig á hann. Ég að rifja upp, ég var svona búin að skrifa ýmislegt niður og ég bara, fuck, hvað er að segja? Hvað er ég að deila núna? Já. Ég ætla að taka palla á þetta. Já. Og þykjast ekki á að vita hvað... Þykjast bara aldrei á að fengja upplýsingar. Býtu. Og ég? Já, ég? Já. Og varst að pæla að taka palla en gerði það ekki. Heldur hvað? Já. Það kom til mín bara eitthvað svona, já, herðu, jú. Bara að því að sko, ég ætla að segja rétt ykkur. Já. Í trúnói. Þetta er ákveðin pressa
að því að fólk elskar að hnýsast bara almennt og þetta okkar vinsalasti liður þegar fólk eða þegar við erum að játa alls konar syndir og við erum bara að opna sál okkar. Hvað finnst þér það? Hvað? Að það sé vinsæll? Sko nú erum við annars vegar sorry, ég eyðilega allt momentum í þessu höður takk. En sko, flotta snúrur en það sem ég ætla að segja sko maður ekki, neitjók að sko, annars vegar erum við að tala einhver stór mál sem snerta eiginlega öll bara í heiminum og hins vegar erum við að segja frá því hvað kom fyrir okkur þegar við vorum 17 ára sko, og það bara það sem fólki bara, meira svona ég skil það ekki. Nei, ég skil það ekki að sumu leyti, en ég skil það mjög vel að öðru leyti vegna þess að nú var ég með hlaðvarp einu sinni, þetta er kallmennskan 120 þættir. Rest in peace. Já, þangað til herðu, allavega sko þá mitt allra vinsælasta stöf voru svona persónulegir þættir. Þú veist, þegar ég var, það var eitthvað bilaður hitt í samfélaginu, það var eitthvað allt vittlaust og ég fekk sérfræðinga til þess að greina málin. Bara nefndi ekki að hlusta á það. Nei, bara það var regla. Því klárari sem þú varst, því minni hlustun. Þetta var bara, ég vil ekki meina að þetta sé svona súkkulaði Nóbelsverðlauna fylgni. Þetta er bara, fólk hefur ekki áhuga eða... Vill fólk frekar hlusta bara á Ingjaldsvíblið? Já, fólk vill bara hlusta á skoðanir. Og helst eitthvað svona rifrildi. Helst eitthvað sem, það sem selur, það er ósætti, það er hneyksli og það er klám. Og við erum í engu að þessu. Nei, ekki neinu. Við ættum kannski eitthvað að fara að endurskoða hvað við erum að gera hérna. Ég held það. Við ættum kannski bara að fara að vera með almennilegt hneyksli. Hvað með að samin þetta allt? Vera með klám, hneyksli og rifrildi, rífast á meðan. En ef að þátturinn heitir það bara, var það ekki nóg? Hann er bara eitthvað allt annað. Ég held að það sé ekki nóg. Jæja, heyrðu, ég ætlaði nú að fara í hvað trún á. Ég man ekki, ég var með eitthvað svona aðdraganda sko. Ég var eitthvað build-up. Þú varst að tala það að þetta væri svona það sem að fólk sagt í sko, að hlusta á þetta trún á dæmi. Já, alveg rétt. Og mér langar alveg að fara bara, þú veist, bara á dýftina, bara segja alls konar stöf og bara svona opna sál mína á eitthvað, en það er alltaf, og nú erum við með það viljandi að þetta hlaðvarp er ekki lokari áskrift, að það er alltaf, þetta gæti verið tekið upp, þetta gæti verið sett eitthvað, þetta gæti með öðrum orðum verið notað gegn okkur. Akkurat. Þegar að við erum jafnvel bara að reyna að gera gagn sem að er leðilegt, en þannig er víst bara opinber umræða. En hérna, þetta var bara svona pæling sem að ég var, að því ég var líka bara að grafa hvað langar maður að segja, en það sem að ég held ég hafi ekki verið búin að segja þér hér, mögulega hef ég ekki eins og sagt þér þetta. Þú hefur eitthvað ekkert sagt mér mjög mikið sem þú hefur ekki sagt mér í þessum þáttum. Áttu við að við tölum ekki nógu mikið saman? Nei, sko ég meina, hvað heldur ef þú tekur saman allt sem við höfum talað saman frá því að þetta podcast byrja, eða þú veist, frá því að við fluttum inn saman, podcasti byrja á þessu framvegis, það er 100%. Hversu mikið tími af því sem við höfum talað saman er í podcastinu? Hversu mörg prósent af þessum 100? Já, svona að tala saman? Já, örgulega 80? Já, örgulega nálægt í. Svona svipa á ég og Hulda líka við, sko. Þannig oft er ég eitthvað, ég var örgulega búin að segja, nei, ég var ekkert búin að segja það. Nei. Ég talaði bara við sensta podcast þetta sko. En ég gæti náttúrulega hafa sagt þér það ekstra annars þar. En hvað er þetta sem þú getur hafa sagt mér? Það drífa þig núna? Nei, getur ekki hafa sagt mér. Það núna að drífa þig? Nei, ég er bara forritin, ég er spenntur. Hlustendur er búin að hlusta okkur er að tala um ykkur á snúrur og fara í 15 hringi og gleyma. Þetta er örugglega þátturinn sem að, manstu félagi minn sem sagði sko að það er svo gott að hlusta á þetta því að maður getur dottið út og það skiptir engum máli. Allir dottnir út. Og það er öllum sama. Herðu, nei, það er ég ætla að segja andleg heilsa sjálfsmíns. Núna sem sagt stóð ég alltaf í þeirri meiningu að ég væri dálítið svona, hvað maður að segja, robust, svona
þú veist, bara það fær ekkit á mig það nægir ekkit til mín þannig að eitthvað, mér líði eitthvað með breytt bak, stendur þetta að þér já, eitthvað þannig ég er svo harður og hérna og sérstaklega út af því að ég er og var svo óbúslega meðvitaður hversu algengt það að fólk sem að vesenast svona eins og ég eitthvað svona gaggrina kallmennsku eða bara jafnréttismálum yfir höfuð og hérna brenni út, það er svo ógeðslega algengt og bara konur í gegnum söguna alltaf brenn út og ég hugsaði, þú veist, í fyrsta lega ég ekki kona, ég kallmaður ég hef svo mikið af forréttindum að þú veist, þetta mun aldrei, þú veist, ég ætla ekki að láta þetta gerast þú veist, ég veit þetta allt saman og svo bara gerist það og sko það gerist ekki þannig að ég átti mig á því að ég sé bara kyldur niður í jörðina eða öllu heldur geti ekki staðið upp svona millinging ég átta mig í raunin ekki á því sjálfur fyrir en löngu seinna og sko þetta bara við útgáfuna á þriðjuvaktinni þá ég farin að finna að ég orðin gekk fram að þér í ritstjórninni heldur betur ekki þú heldur bara allt í kringum þetta og það sem náttúrulega var á undan líka gengið þannig að í lok janúar manstu Hulda á stundum að tala í nóvember, desember við útgáfuna að þú veist, hún var alveg búin og ég var alltaf djúvillar, ég var alltaf svo hress peppaður. Ég var alltaf svo peppaður, ég var á milljón og ég var bara, gerum þetta allt og eitthvað og ég fann ekki neitt fyrir en kannski í lok janúar 24, 5 maður ekki Nei, maður ekki allavega ekki 5, klálega ekki 5, 24 Já, þá bara finn ég bara að því að ok, til þess að reyna að lýsa hvað breyttist að auðvitað var ég orðin þreyttur, ég var orðin reiður og þú veist, ég meina þú veist, vinkurum mínar í öfgum þær voru oft eitthvað svona að tjekka á mér Ólöf Tara líka, þú veist, oft eitthvað svona að spjalla og Tanja eitthvað svona hvernig líðu þér og allt í góðu þú veist, þegar ég var að posta einhverju á Instagraminu, þá fannst þeim ég vera svo þreyttur og reiður ég sá það ekki sko og svo bara gerist það að ég hef ekki dreifkrafti lengur bara dræfið ég fastur bara í bakkir eða nútral og ég kemst ekki ég fæ engar hugmyndir bara í marga mánuði kannski var þetta marga vikur þar sem að ég fæ ekki hugmynd vanlega þannig að ég fæ svo mikið af hugmyndum að ég er með notes með svona, ég í ándjóks ennþá með svona 250 posta hálfklárað eða jafnvel kláraða sem ég hef aldrei byrt ég fengi að sjá aðeins af því í 2 kvöldum þannig að þarna þá bara það var hvorki löngun né einhver sköpun í gangi það var bara sprungin ég var bara alveg tómur og ég hef aldrei lent í þessu og og Hulda náttúrulega var alveg með á hreinu að þetta væri bara kulnun, þetta væri bara burnout ég væri bara, þú veist, þreyttur ég væri bara búin að því og ég eiginlega ennþá, þú veist ég held ég sé komin upp úr þessu en en vegna þess líka að því ég er að fá hugmyndir sko og er með eitthvað drive og power og eitthvað en hef svona viljandi reynda að vera ekkert mjög aktífur eða í einhverjum slag eða eitthvað ég bara, en allavega ég ætla að lýsa því að það sem var mjög svo merkilegt á þessu tímabili þegar ég fekk engar hugmyndir í hausinn á mér og ég var ekkert að skrifa, ég var ekki að skapa ég var ekki í neinum fighting þannig séð að hvað gerist það? Þá fór ég að smíða og ég var bara endalaust að vinna í höndunum og ég var að smíða hlið út í garði, ég var að smíða girðingu, ég var bara að smíða endalaust og ég bara, og mér langaði að ditta öllu loksins orðin alveg kall nei þá sko byggu við
í hlíðunum, í svona eldgömlu húsi sem allt var rugli, þannig að það var svo mikið sem að ég gat verið að mixa og fixa og gera og græja og ég var bara endalaust að því bara alltaf eitthvað að græja og misvinsælt hjá Huldu sko, því að það var ekki eins og ég væri bara eitthvað að gera þetta í frítímanum mínum. Nei, þau þurfa að frí til að smíða. Já, það kom fyrir sko, þetta bitnaði þess á helgónum og svona, en þetta var það sem ég gerði. Ég var bara endalaust og ég hafði bara geðveika þörf og við erum að tala ég byggði eiginlega þá gróf ég eiginlega svona 14 djúpar hólur í garðinum heima og steypti og setti pósta og þetta voru 27 metra af grindverki. Þetta gerði ég bara og bara elskaði það að ég þurfti ekki að hugsa nema bara það. Allavega. Langaði aldrei að skríða bara í eina hóluna og bara vera þar. Bara existentialískar spurningar. Já, bara svona steypa yfir mig. Nei. Sorry. Nei, ég var ekki með sjálfsvísugsanir. Nei, en sko þú fannst þér ró í þessu að vera bara að gera eitthvað, þú gast séð progressið, þetta það skiptir máli sko. Já. Þú veist þú ert að gera eitthvað og þú sérð dagsverki, þú horfir á það sko, já nei þetta var eiginlega ekki þannig að því að þegar ég var búinn að gera þetta þá bara ég var að gera eitthvað meira þannig að það var í raun ekki progressið afurðin sem ég var að leitast eftir heldur iðjan sjálf og mér var svo áhugavert að því að nú fór Hulda á námskeið út daginn á okkur ráðstefnu og náttúrulega endalaust eitthvað að horfa okkur að fyrirlestra með Gabor Mate sem hún keypti á netinu og eitthvað og eitt af því sem að Gabor Mate sem sem sagt sérfræðingur í rauninni tráma og áföllum og svona, dálítið svona breyta Er hann sálfræðingur í grunninn? Sko hann er hann? Ég held að hann sé læknir og ég bara veit það ekki allavega hann er eitthvað hot stuff sko og hann var að tala að og það er hann að ég sá smá brota þessu það sem hann er með fyrirlestur og hann er eitthvað svona meðferða einhvern og það er eitthvað, man ekki hvað er í gangi en allavega lausnin sem hann sagði stundum þarftu bara dance it out og þá bara stendur hann upp og fer að dansa hann áttræður eitthvað og bara setur Elvis Presley á eitthvað og fer bara að dansa á fullu og manneskja sem var með honum dansar ekki hún var bara að dansa fyrir framan 200 manns þannig að þarna voru þau bara að dansa og ég er svona núna að velta því fyrir mér kannski var þetta bara líka með minn að segja mig hvað hann þurfti og heilin einhvern veginn segja mig hvað hann þurfti ég þarf bara að nota hendurna ég þarf bara að nota líka hana því ég dansa ekki sko. Þannig að ég þurfti bara að vera smíð og græja og gera ógeðslegt að dansa þannig að ég held að úrvinnsla á þessari örmögnun minni hafi verið þarna hafi verið í gegnum smíðina að því að ég var vissulega hjá sálfræðingi ég var kannski ekki mikið og hafði verið ég var vissulega að nota þunglyndis skvíðalyf og þú veist, það var allt í lagi þannig séð, en ég var bara empty, ég var bara algjörlega tómur og ég held að flestum kannski komið það ekkert óvart sko, það hefur nú alveg ýmislegt gengið á og ýmis spjót svona beinst að mér Jú það var að gera með einhverju fórnarlambi en þannig er það, ég valdi þetta á miklu leiti einhverju leiti, einmitt valdi mig inn í þennan leðjuslag sem ég held reyndar að væri ekki leðjuslagur ég var mjög hissa fyrst þegar hann byrjaði ég skilji en allavega, ég finn að sérstaklega þegar ég er farin að finna þörfina til þess að fara að skapa nýtt og meira sem að ég hef haft síðustu mánuði og ég finn að þegar að til dæmis fyrir kollegi okkar ákveður að taka mig upp sem að er í ákveðinu valdastöðu í dag og tala mig í heilar 4-5 mínútur bara mig að það sko hann er náttúrulega þessi gæi sko, hann er lengst uppi fyrir þeir sem ekki skilja ég held alltaf að það þýtti, ég held að pönni væri að þetta væri sko, að það væri svona keksruglaðir lugkeks, alltaf ég var að fara eitthvað með þetta það hafði ekki, það tryggir þeim ekki af því að það sem gerist oft er að maður svona kemst úr jafnvægi þegar maður fær svona, það verður eitthvað svona attakk sko og svona svitnar og verður stressaður og fer í einhvern ham sko bara það gerðist ekki og ég var svona áhugavert og ég gæti bara svona einhvern veginn hort á þetta úr fjarlægð á meðan fólki sem ég vann með upp í MK
það var bara það nú aldrei sem að stendur á þér núna og hvernig ertu, hvernig líður við stöndum með þér, eitthvað svona og ég bara, já takk, og ég raunverulega var slagur, ég var raunverulega að þetta var ekki neitt sko. Okay. Að meðan fólk upplið rosalegt og það gefur mér sko ákveðið svona viðmið að ég hef kannski verið í einhverju algjör sturlun á þess að fatta það og það er ekkit skrítið kannski að líka minn hafi bara, og heilin í mér hafi bara sagt, herru, nú þurfum aðeins að shut down sko. Okay. Þannig að já, þetta var ég semst held að ég sé bara nýbúin í einhverju burnouti og kennslan og smíðin hún hafi hjálpað mér að vinna mig út úr því ná fyrir vopnum að því nefnilega nú finnst þér eins og þú sért að rísa upp eins og fuglinn Felix þetta var snið þér fannst þetta eiginlega að finna mér ég man ekki hvað ég heyrði þetta mér finnst það bara ógeðslega að fyndið fuglinn Felix já, það er ógeðslega að fyndið já, ég og sem dæmi það að þá daginn var ég að fara að sofa ég man ekki heldur hvort ég er búin að segja þér þetta örglega ekki ég var að fara að sofa allt og seint eins og oft tengi og þetta var að kenna 8:20 eða eitthvað bara svona klukkan var að 2:30 2:30 og ég svona fýtt tími tók 1 server þátt í viðbútt 1 í viðbútt 50 mínútur allavega, svo slekki og ég er búin að busta og ég er bara á leiðin upp í rúm og það bara svona og þetta tel ég vera góð hugmynd þegar hún svona kemur og hún bara kemur til mín fullsköpuð og ég bara Hulda talar æð alheimsins já, hún bara hvaða hippa bull er þetta allavega að því að sko að ég er ekki að hugsa skilur það bara ég er að fara að sofa þú veist að hugsa í undirmeðutundinni já, hvað er undirmeðutund? hvað meinarðu? Hvað er undirmeðutund, Haukur? Þarna náði þér jú, undirmeðutund nei, hún er ekki til hún er ekki til, Haukur djöfull ertu étin þarna herðu, allavega þriðja augað og undirmeðutund þetta er svona svipað hluti herðu, þegar eitthvað svona kemur bara og ég bara hits you þannig að ég fekk bara heila þáttaröð í hausinn á mér fyrir kallmennskuna fullmótaða hugmynd og ég byrjar að vinna í því og Publish er væntanlegt í janúar, februar og þetta verður bara 10-12 stuttir þættir með ákveðin fókus og ég bara verð að gera þetta Sería 3 eitthvað? Já, sería 3 Í alvörunni? Já Áhuga Nei, þú veist ekki mér að segja mér þetta Ég hefði nú munað eftir þessu Já, en nú veit ég að hinga til hefur svona þetta eru sérfræðingar sem ég er að tala við ekki verið vinsælt en ég tel mig þarna vera að sérfræðingar selja ekki sko. veita ákveð sem að ég tel vera vöndun á áhugavert en það kemur í ljós síðar þannig að burnoutið, kölnunin hún er eiginlega bara horfin og ég er bara í fulli fyrir eins og fuglinn Felix ég og Felix saman Ef við fyrir hlustanda dagsins Ef ekki bara fara í hlustanda núna Þú manst Ég lofaði Ég ætla að vera tilbúin með 5 mínútur Já, glemdur því Nei, þetta er byrjandi Ok 5 mínútur Verður þetta svona 5 mínútur? Er það byrjað? Þetta verður svona 5 mínútur, kallið minn Kemur svo bara dingalingaling? Já Nei, ok Er það ekki að tekið? Nei, bara eins og þú vilt Þú er tænstjórinn Ógeðslega stressandi Já, þetta Sko 5 mínútur? 20 í þessu Ég glemd að ná í pókan En svo fattaði ég, það er bara gott Ég ætla ekki að vera snert allt hérna Þess að þú ert búin að skilja hérna ælupest eftir út allt Þannig að ég er með hérna eitt sem var svona afgangs Nú? Já, því ég var að skrifa niður í pókan Af því að þetta var í gegnum að það Nei, lækka þetta aðeins, come on Ég er að vera bara stressaður Af því þetta var á hérna Instagramin okkar að hérna textaboksin Það stóð 1 af 2 Já og það kom aldrei 2 af 2 Þannig að þetta Ég skrifa þetta ekki En mér fannst þetta svo gott Þannig að við ætlum að taka þetta Spurning hvort þetta eigi þá bara að vera 2,5 mínúta Það er hún Sigurlega dóttir sem sendir þetta
og það er svona 1 af 2. Hvernig og hversu oft eru 2 kallar að taka djúpþrif á stórum heimilistækjum eins og okay. Og nú erum við bara getið þennar eða hvort það segja meira en það er allavega hvernig og hversu oft eru 2 kallar að taka djúpþrif á stórum heimilistækjum eins og og ég sko það fyrsta sem ég datt í hug er hann ég var með þess að því þegar að Hulda konaðinn kom einu svona upp daginn af því að það var dóttiðinn í heimsókn Já, hún ákveður stundum bara að fara upp til ákveður stundum að kíkja bara leika eitthvað við strákin okkar og já, svona leika slasspassan það er aldrei sem minnur á þeim en sko en hún elskar það sko bæði hann náttúrulega lítið mikið til þess hvað er við, hálfa mynd eftir þá var ég að þrífa rykksuguna já, þá tek ég sett hausinn á rykksugunni í sundur og plokka svona allt úr því af því að það hefur áhrif á virkni hennar og ég get orðið svona alveg ég get tapa mér í smáatriðum þar en djúpþrif á stóru heimilstækjum ég veit ekki hvort þetta flokkstindi það erum við að tala sko eins og að þrífa Dyson Airwrap airfryerinn okkar eða þú veist hvað sko stór heimilstæki ég myndi halda þetta væri svona er þetta ekki bara bakarofnin? Jú, einmitt bakarofnin, viftan hrærivélin myndi ég halda ég meina stór heimilstæki ég veit ekki hvað er meira stór, kaffivélin hvernig og hversu oft er spurningin sko ég náttúrulega nota held ég þessi heimilstæki öll mest af því að ég elda oftast þannig að ég er mjög ofta að þrífa þessi stóru heimilstæki ég reyndar hef aldrei síðan flutti inn með þér þrifið sko viftun okkar mæl ekki með því hefur þú gert það? Já, hún er ógeðsleg já, hún er ógeðsleg ég meina, ég veit ekki og það skiptum filter, maður glemir því stundum já, þarf að gera það oft, eða? Það veit ég ekki, það er ekki oftar en maður gera það ég þarf kannski að kíkja á hana eitthvað svona, alls konar svona síur og drast, maður að passa það ég sko ef ég svara sér fyrir mig þvottavélin, þrífa hana hvernig og hversu oft eru 2 kallar að taka djúpþrif á stórum heimilistækjum eins og sko, núna er af því ég þurft að skipta þvottavél af því að hún gaf upp öndina núna sendir hún mér sko skilabóð í síma minn bara herðu, það þarf að þrífa mig takk bara setja hérna þetta prógram og þetta efni bara what the fuck, þannig að ég er í því en almennt þá þríf ég stóru heimilistækin aðeins of seint aðeins of vel ég svona fer ég fæ svona, nei, herðu, þetta gengur ekki lengur og svo er ég bara inn í einhverju heimilistæki í djúpþrifum í 5 daga leikur. Þú ert dæmigerður kall það er sko, og þú gerir þetta örugglega það ekki þegar þú gætir í rauninni verið að sinna barninu að gera eitthvað sem er aðkallandi nei, veistu hvað? Já, segðu mér ég gerir þetta yfirleitt á nóttunni ok, það er endur ágætt, það er 25 sekundur eftir í nótt þá fekk ég svolítið eins og þú varst að tala ég er búin að vera svolítið bugað svolítið lengi sko, af því að ég fekk mígrenskast og var í ruglinu og ég tók mig veikindadag sem gerist ekki oft að ég fekk bara eitthvað svona þarf bara að gera eitthvað þannig að rétt fyrir minúti í gær þá fóru niður í geymsluna að taka til hvernig varst þér endurinn? Svaka, það var svolítið óvæntur en það var góð springing en já, en ég var sérst að taka til í geymslunni í nótt taka til í geymslunni? Já, þú veist, fyrsta tilraun eða sérst fyrsta atlaga fyrsta orusta í löngu stríði skulum við segja. Bíddu nú við, voru læti í þér? Nei. Það voru ekki læti í þér? Nei, voru læti í nótt? Það var einhver helvítis það var eitthvað svona eins og einhver væri að færa eitthvað til. Hvenær? Þegar ég var að fara að sofa örugglega í kringum 1. Ég fór upp svona kortir í 1 af því að byrja leikur klukkan 1 sko, sem er að horfa og ég bara stað það var búið klukkan 4 Nú varst að horfa leik til 4 í nótt Sólarhringurinn fór í smá vesen meðan ég var í smá veikindum sko. Já, þannig að þú vilt meina að þetta sé ekki normalt 4 er of mikið sko, það er of mikið
En sagður mér ekki að leikir væri á daginn 5 eða 7 eða eitthvað Það ljúga því? Nei, flesti leikir eru á sunnudögum á milli 6 og minnetis Þá eru 12 af 15 leikum Hinir 3 eru á nóttunni Hinir 3? Verður það eitthvað svona starri leikir? Já, svona prime time sko. Það er aðfaranótt föstudags, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt þriðdags einmitt Ég mun sennilega aldrei horfa svona leik með þér Nei Af því að ég nenni því ekki, mér langar það ekki Nei Ég hef ekki áhuga á þessu, Haukur Nei En hins vegar þegar ég var í Bandaríkjunum hjá pabba minnum Já, hvað lið heldur hann með? Það veit ég ekkert Hann þá fór mér reyndar ekki á leik En það var oft í sjónvarpinu Og það var að horfa Já. Og einhver svona stemning í kringum þetta Þannig ég svona fekk smá insinn í reglunar Já. En ég náði þeim aldrei almennilega Nei. Og mér fannst það ógeðslega hægt Og bara ekkert spennandi sko. Ótrúlega furðulegt og skrítið Þetta er töluvert annar ryþmi En þessar boltaíþróttir sem eru vinsalar hér á landi sko. Já, ég náttúrulega kann bara fótbolta Þannig að ég geti farið í gegnum rángstöðuregluna, kanntu hana? Já. En það er svo margar í þessum fótboltaleikjum þá finnst mér allir bara alltaf að vera eitthvað svona að dóla sér eitthvað svona trítla með boltan eitthvað svona að skoða bara hvað er þessi kall mér finnst þess að þeir viti aldrei almennilega hvað þeir eiga að vera að gera Nei. Og svo bara gerist eitthvað og þeir reyna eitthvað og svo bara svona, þetta er bara sem ekki kaos á meðan ruðningur ekki kaos Nei, á meðan ruðningur eru svolítið svona eins og föstleikadriði í knattspyrnu er að sko hvert einasta skref hjá hverjum einasta manni er fyrirfram ákveðið þaulæft og þannig kemur kænskan upp sko. Þetta er í rauninni eins og 2 herfóringjar að stilla upp herjónum sínum og reyna að klekkja á hver öðrum í svona stuttum sprengikraftslotum Já, og svo er bara 10 mínúta pása menn allir er eitthvað að fá sér vatn og chilla og 40 sekundar pása, alltaf á milli leikadriða Nú, það er ekki meira Það leiði eins og 20 mínútur þegar ég var að horfa Það var 40 sekundur og í 25 sekundur af þeim mega herfóringjarnir, það er að segja þjálfararnir tala við einn í liðinu hann er með svona, það fær hljóð í hjálminn sinn Það er annarkvort kortibakkin eða einn svona aðalvarnamaðurinn sem tekur það á sig og svo hafa þeir þá 15 sekundur til að segja öllum hvað er í gangi, hvað gerast og gera þetta og svo kannski sjá þeir bara, vörnin fattar hvað við erum að gera þannig að ég þarf að gera eitthvað allt annað og ég þarf að ákveða það núna og svo flautar sko, minnst það áhugavert Já, ok, þetta er enda hljóma smá spennandi Þetta er skák /stríð með peðum en það vill bara svo til að peðin eru mestu íþróttamenn sem þú finnur fótboltakallar eru bara einhverjir reglar sko. Svo liggur þetta bara í grasinu grenjandi yfir því að einhver hafi reikið rassin í þá skilur. Já, þú ert að tala kallaboltan hann sko. Hann er að tala knattspyrnuna sko. Kalla. Konur eru ekki í þessu Nei, þetta er ekki sýnilegt þar sko. Ég sá það reyndar þegar ég var að horfa á eitthvað leik hana knattspyrnu. Það var ekki þetta djöfusis væl Nei, helvits væl Þetta eru íþróttamenn sem var borgað fyrir þetta standið í fucking lappinnar og hætti þessu væli Þetta er óþolandi Ég fór til Kíró í gær Já Ég hata að fara til Kíró Já, ekki gera það Veistu hvað? Ég er mögulega með brjósklós Já og það er mögulega brjósklós hérna efst uppi Já, hálsliðunum Og þess vegna eins og núna ég með bara straum út í handlegginn Já, klemmi taugar Já, þannig ég þarf bara að fara að hætta þessu sko. Þú veist að verður sjúkraþjálfara, ekki kýrópraktor Er hann betri? Já Hvað heldur að sjúkra? Því að þá færðu æfingar sem þetta að gera Þú færð ekki bara einhvern sem brakkar í puttunum að þér og svo þarf þetta að koma eftir viku til þess að fá sama brakk aftur Hann er vissulega brakkaði Einhvern tímann teki, eitthvað dagsins og nuttaði sem að er kýrópraktor Og ég var allur betri og svo er ég reynda verið í dag sko. Þetta er eilíða meðferð